Örugglega með þetta public. Já. Já. Þarna er komið það. Jæja, gott kvöld, góðir áhörundur. Afsakið seinaganginn hérna, við vorum í smá vandamáli með að fá útsendinguna upp á YouTube, þannig þetta reynir þetta aftur, en þetta er komið í gang og ég segi bara gleðilegt nýtt season, verið hjartanlega velkomin á skjánum, Ingi Þór heiti ég og hjá mér situr í kvöld engin annar en Jóhannes Egilsson, verið hjartanlega velkomin. Takk fyrir. Herðu, það er bara, já, bara gott að hafa þig félagi, hérna, nú eru menn bara að koma úr sumarfríi, ábyggilega búin að keyra mikið í sumar hafa verið að keppa, aðrir hafa verið í pásu, en það er alltaf svolítið spennandi þegar að nýtt season fer í gang. Hvernig líst þér á þetta? Þetta er bara frábært. Við Gunni náttúrulega vorum að lýsa opnudeildinni og annar deild í gær og það var action allan tíma. Já, þetta... Við höfðum ekki undan að skoða baráttuna á brautinni, þetta var bara, þetta var bara nógu góður. Þessi braut er skemmtilega, hún býður upp á gott racing og hérna, hún er krefjandi líka, það er ekki að segja annað, og hún er líka krefjandi á dekk, sýnist mér. Hún er það, já. Algjörlega, en við erum hérna... Bílavalið og Stratti á eftir að segja mikið þannig kvöld. Já, mér sýnist á öllu með útsendinguna í gær og það sem ég er að horfa núna að Alfa Romeo sé svolítið vinsæll, væntanlega út af dekkjaðislu. Litur. Já. Við sáum nú aðra bíla á brauti í gær. Ferrari og hérna Citroenin og Lamboin til dæmis. Subaru og Benz. Já. Stóð ekki við þeim en við sáum það. Já, algjörlega. Og það er búin að vera miklar liðsbreytingar núna í ár. Það er búið að breyta reglum varðandi liðakeppni, þannig að það má bara vera eitt lið í hverju deild. Þannig að það er ekkert númer 2 eða bláir eða bleikir eða hvernig sem við vilja hafa, þannig að það eykur flóruna aðeins og hérna, ég held að það sé bara skemmtilegt og við erum að sjá hérna nýlið, Brynja Péturs keyrir til dæmis einn fyrir hraðfuglar Spandex Racing. Nú í kalda racing er Davíð Adams og Oliver Nói. Í Lava Show Racing er Carlos og Þorsteinn. Í B-Sick Racing er Jón Þór, Mr. J og Hilmar. Þau eru verða vantarlega svolítið sterkir, þau eru búin að ræða mikið. Í Arctic Retro Rewind Racing, og það er einmitt bílinn sem við erum að horfa á núna, keyra Ari Lyngdal og Jón Ægir. Kraftvila Racing er Sindri Rafn og Þorfinnur Topsson. Og síðan er hann Viktor Örn Einarsson sem er ekki skráður með neitt lið en hann keppir líka þessari deild, þannig að hér er alveg fullt af sterkum ökumönnum. Heldur betur. Þetta Það verður var eitthvað. náttúrulega tímataka þar sem að menn gátu hoppa beint upp í fyrstu deild og ég held að það hafi nú bara aldrei verið jafn mikið þáttaka í tímatöku sem að náttúrulega gerði það að verkum að menn voru duglegir að æfa líka bílinn. Þannig að það voru margir hraðir sem að koma upp í fyrstu deildina. Algjörlega. Þetta árið. Ekki spurning, við erum hérna með gamla kempur sko, eins og hérna Steini Sveinsen alltaf, hann var í annar deild í fyrra og síðan með Jón Ægi, Sindri, þetta er allt ökumenn sem hafa á einhverju tímapunkti keypt í hérna fyrstu deild eða úrvalsdeild og síðan alltaf með góða kandidata frá því í fyrra, Brynjar, Davíð Adams, Carlos, Jón Brynjar, þú veist, þeir eru allir hérna, Jón Þór, þannig að þetta verður... Jón Þór náttúrulega sigurvegari annarrar deildar síðan í fyrra. Nefnilega.
Og það styttist í að tímatökur byrja, en þær verða hérna á slaginu 21:30 sem eftir 6 mínútur. Kannski fá fólki til þess að láta okkur vita ef hljóðið ekki í lagi. Já, endilega, spjallið, tjáið ykkur, komið með spá og verið með mig. Heldur við þeir. Sýnst vera 14 hérna komnir í spjallið hjá okkur. Hérna sjáum við, erum að horfa á toppsónabrautinni. Virkilega fallegt lífeyri hjá þeim í Kraftvélar Racing. Þetta snertir veika taug hjá mér, þessi guli og svarti, sko. Algjörlega. Hann flottur. Þetta líka með nýtt lið og ný spons. Já, algjörlega. Þetta yfir sponsorna líka. Endilega. Nýju sponsor hérna fyrir deildina í ár. Leið okkur að heyra. Svo margir að maður hafa fyrir að lista nefnir þetta. Það er sponsor á fyrstu deildarinnar, það er náttúrulega GTSS, en það er náttúrulega að segja sér sjálft. Við erum með Game TV, en þeir ætla að styrkja okkur með stúdíóið í Arena fyrir úrvalsdeildina. Við verðum í stúdíó Arena úrvalsdeildina annað kvöld og live á Twitch, rás Game TV líka á morgun. Svo erum við Autocenter sem náttúrulega gefa alla verðlaunagripi og hafa gert síðustu ár. Þeir eru alveg skilja að fá stórt merki á bílinn. Það er Arctica Iceland. Þeir ætla að gefa úraverðið 70.000 og Retro Rewind seríunni hjá sér. Classic Detail, þeir hafa verið styrktalaðarlega lengi. Þeir gefa alltaf pakka frá bílarhreinsefnum. Svo alltaf klassiska GT Akademían, þeir hafa alltaf verið að styrkja það baki á okkur líka. Gefa top 3 gjafabréf, 60 mínútur akstri í GT Akademíinu, sem er náttúrulega bara hermi kappaksstursmekka Íslands. Já, það er ábyggilega. Þá myndi ég kíkja, heldur betur. Ég ætlaði einhvern tímann að fara þarna og nýta mér gjafabréf sem ég átti eftir eitthvað tímabilið og þá var bara einhver steggjun í gangi eða eitthvað fullt hús af snældu vitleysu fólki að prófa þetta. Alveg ég bara ákvað að bíða betur tíma, en já, mér hlakka til að prófa þetta. Þetta er bara mjög vinsælt, sko, maður þarf að panta tíma nefnilega. Nefnilega, sko. Yfirleitt. Ég náttúrulega ekki skipulegasti maður í heimi, mætti bara og sá náttúrulega að það var engin tími fyrir mig, þannig að ég á þetta ennþá inni, vonandi. Ég er með 2 rautumann og bara var að prófa, sko, það var áður en ég byrjaði að keyra þetta með okkur og hann átti ekki tíma fyrir mig, en það var svona korter í næsta tíma, þannig að hann bara leyfði mér að setjast í stólinn og bara prófa. Bara rukka mig ekkert fyrir það neitt. Þetta fekk ég bara nefnuna leið, sko. En listin er ekki búinn. Svo erum við með Kalda, þeir gefa top 3 á tímabilinu verðlaun. Svo erum við með Kraftvélar, eins og hann Toppi hérna keyrir fyrir. Þeir ætla að styrkja rekstur deildarinnar. Við erum ekki með meiri upplýsingar það, en það stendur meiri upplýsingar síðar. Svo erum við með verkfærasöluna, þeir gefa verðlaun og það er afsláttarkóði frá þeim líka, GTS 10 fyrir 10% afslátt og gullfiskur, harðfiskur. Hverjum finnst ekki góður harðfiskur og smjör, sko? Segðu. Þeir gefa top 3 líka verðlaun. Þetta er ágætis listi. Já. Algjörlega og þakka sponsorum sem taka þátt í þessu með okkur, endur bara. Það er æðislegt að hafa stuðning og geta skilað einhverju tilbaka í lok tímabils þegar við verðlaunum þá sem hafa staðið sig vel, algjörlega. Það er alltaf fyrir að loka á hennu. Algjörlega. Það er 2 mínútur í þetta. Fyrsta umferð tímabili og ég hef ekki mikið verið að keyra í sumar og þar af leiðandi hef ég ekki mikið verið að sniglast í lobbyum til að svona kíkja á það hverjir eru hraðir og svona. Maður veit aldrei hvernig menn komið á sumrinu, þannig að maður er svolítið að renna blind í þetta og það er bara, þeim er verið spennandi fyrir mig. Ég veit bara ekkert hvernig þetta áttur að fara. Það eina sem ég hef er bara tímanir hérna á frípraktis og það er hann Jón Þór sem er með hraðasta tíman, 1:53.8, myndirðu segja að það væri góður tími? Já, ég myndi segja það.
það er bara alls ekki slæmur tími. En það eru margir búin að vera duglegir í sumar. Við alltaf vorum með svona skemmti sumarmótaröð. Einu frestun á Messenger. Það voru ekki inn í fyrstu deildarspjallinu. Ég sé það samt að það er eitthvað eitt sem er ekki kominn. Já, ok. Þú inn í fyrstu deildarspjallinu? Reyndar ekki. Það væri nú sterkur leikur að bjóða mér þangað. Já. Ef að ég eru að hlusta. Já, Johnny B, hann er rétt á kominn. Johnny B, jú, bara gefum honum nokkra mínútur. Leifum honum að fá smá séns. Við erum nú alveg sveigjanlegir svona þegar það er hægt í boði. Það er engin ástæða að byrja nýtt tímabil með að skilja einhvern eftir ef við þurfum bara að bíða smá tíma. Og við skulum bara kannski skoða bara þá keppendur sem eru hérna á braut. Hérna sjáum við að Brynjar Péturs. Hvað segirðu? Jón B var í opnundeildinni, erum við að tala um eitthvað annan. Jón Brynjar, já. Já, allir það ekki. Já. Fyrir Kraftey Racing. Akkurat. En við erum að horfa hérna Brynjar Péturs. Hann keyrir fyrir Hraðfuglar Spandex Racing. Og hérna sjáum við að Nara Lyngdal, hann er einni á Alfa Romeo og keyrir Retro Rewind Racing. Hérna sjáum við Toppa, hann er á Kraftvélar Racing Team. Kraftvélar Racing, glæsilegur bíl. Nú liðsfélagið Sara. Já, þess maður geta hann Toppi hérna, hann er á Citroën, þannig að það er ekki allir á Alfa. Jón Ægir er á Ölfu, hann er liðsfélagi hans Ara. Arctic Retro Rewind Racing, Steini Sveinsson fyrir Lavasjó. Ég fíla þetta retro look sem er í gangi, bæði hjá hérna Arctic Rewind og Lavasjó. Svona old school, ég er að fíla það. Hérna séum við Sindri er á Honda Civic og keyrir fyrir Kraftvélar Racing. Og Carlos er hérna á Lambo, það er alveg fjölbreytni í bílunum, þetta er engin einstöfna. Nei. Hann er 6 þarna. Já, síðan í pittinum er hann Hilmar, hann er á Ölfu og einnig er hann Jón Þór á Ölfu. Davíð Adams er á Ölfu, Viktor er á Citroën og Ólífur Nói er á Ölfu og þá erum við búin að fara að keppa hér fyrir utan þann sem er ekki mættur. Óli segir að með að hækka örlítið í mér í útsendingu. Já, ég var búinn að því. Er þetta nóg? Já, ok. Já, þú verður að fylgjast með. Já. Bara með puttan á púlsnum hérna megin, sko. Ég reknaði mitt á bílsíkspjallinu að hljóðið væri fínt. Geggjað. En ég veit ekki hvort skilabóli koma undan hins vegar. Já, ég hékk hana þegar hennan Óli var að sendi skilabóð á hann, þá hérna fór ég strax í þetta og hækkaði. Hann segir þetta svo fínt, þannig að við erum búin að staðfestingu á að við erum ekki að klúðra neinu stórkvæslega miklu. Þetta er flott. Það er frábært. Og það bara eins og við segjum, við erum bara aðeins að bíða. Eins og við sögðum ekkert í áramótasköpinu, það er ekki eftir neina að bíða, en við bíðum nú samt aðeins. Já. En eins og ég var að segja það, þá náttúrulega vorum við með sumarmótaröðuna, svona skemmti sumarmótaröð núna í sumar og þannig að menn voru margir duglegir að keyra, meðal Hilmar og Jón Þór og Davíð Adams, Toppi, Ólífur Nói, Já. Hilli, já, og margir fleiri svo sem. Þannig að það maður kannski búast til þeim sem voru duglegir í sumar að þau eru svolítið í formi, að með kannski aðrir þurfa svona aðeins að keyra sig í gang. Akkurat. Svo er það svo fyndið með þetta, maður þarf svo mikið í æfinguna sko ef maður ætlar að vera í góðum slag sko. Svona yfirleitt. Greta segir að það má samt hækka smá meira í og... Ég var að enda við að setja það í botn. Þannig að smá hækkun er komin og lengra kemst ekki. Þú verður að hækka þín megin eða þarf að hækka meira. Ég heyri samt fínt í þér og vona þetta sleppi. Já, það er
einmitt vorum einmitt að fikta við hljóðið þarna áðan og kannski bergmála pínu hérna inn í herberginu sem ég er í, þannig að það er kannski þetta sem við höfum verið að heyra áðan. Já. Þegar ég láta okkur vita að það má hækka aðeins meira í mig, þá bara skelli hérna +1 hérna á hættunum. Það hljóma meira svona eins og brakk í snúru eða einhverju svona þess. Já, þetta er reynda Bluetooth headphone. Já. Það er nú hlæðsla á þeim. Já, það er full aðeins. Sjá, við bólar ekkert að félaga okkar í lobby. Komum 5 mínútur yfir. Já, mann smá yfirbót. Svo þetta endan þurfum við náttúrulega bara að starta þessu. Jú, það einhver staðar væri að takmarka liggja en við skulum gefa þessu smá yfirbót áður en við keyrum programmi í gang. Heldur við þurr. Það var líka skemmtilegt lifir í hérna eins og alltaf á kalda hjá honum Davíð Adams. Kaldi Racing Dream, það var lengi vel lukkað vel. Ég var að spála tilbaka í útsendingum, mér heyrist bara að heyrast mjög fínt í mig núna, þetta verið stöður að voða balsa núna hjá okkur. Ok, það eru Ef góðar ykkur fréttir. ósammála því, þá bara hendið það okkur skilaboð. Við tökum allir í gagnrýni mjög vel. Já, það verða engir sheimaðir í útsendingu hjá okkur. All bílum í skóginum minnir og undarlendi í fyrirrúmi. Þeir einu sem að verða seimar í útsendingu hjá okkur eru þeir sem að henda ekki í like á streymið. Já, það er nú meiri djöfusis. Nei, djók. Skelli nú í eitt stykki like og ef það er ekki subscribe á rásuna, bara endilega skelli í subscribe og þannig að þið sjáu þið nú. Subscribe og like. Heldur betur. Það er ógeðslega svalt að setja like á svona, þú veist, það er svona thumbs up og þú fær svona cool stig. Þannig að ekki vera ekki cool, verður cool eins og við hinnir og like'a þér. Nákvæmlega, þannig átt að gera það. Ég er allavega búinn að like'a þetta í tællur, sko. Ég líka, við erum með 18 í spjallinu og likein eru nú að fara upp, við erum komin upp í 11. Þetta er alltaf að koma, krakkar. Við býðum hérna eftir honum. Sjö þarna sem ætlaði að vera seimaðir. Var þetta Jón Brynjar sem vorum að býða eftir, ekki? Já. Já. Var hann að detta inn? Já, ég myndi segja að við getum gefið hann svona 3 mínútur í viðbót og þá erum við komin 10 mínútur fram yfir og þurfum eiginlega að fara að henda sig í gang, myndi ég halda. Svo er náttúrulega líka sko, eftir tímatökuna þá náttúrulega er reset á lobbyinu þannig að hann getur þá hoppað inn aftast. Já, reyndar góð punktur. Hann hefur möguleika á því að koma inn sem aftasti maður að þegar hann náði ekki tímatöku. Þannig að það gefur honum alveg 10 mínútur ekstra. Þannig að við þurfum ekki að hafa neitt brjála samviskubit yfir því að ræsa þetta þótt hans ekki kom inn. Gefum þessu til 21:40 þá endum við tímatöku í gang og ef hann er ekki búin þá bara verður hann að koma aftast með okkur. Algjörlega, þannig að ég set svona tilkynningu að þetta séu 2 mín. Já, ég þarf að muna eftir að reseta lobbyinu líka fyrir tímatöku. Kannski bara gerum það núna. Já, það væri hægt. Bara nýta tíman í þetta, reseta lobbyið og starta þetta. Við biðjum stjórnveiningar á þessari töf en við erum að fara að henda þessu í gang. Það er fá bláan heiminn. Já, þetta lítur það er nú smá þokasamt. En hann er nú þokkalega blár heiminn hjá þér. Ég hugsa sem ekki að fá rigningu í þetta skipti allavega. Það sé veðurraddarinn, það er ekkert að frétta á honum hérna. Síðasta klukkutíman. Nei. Það er aldrei að vita, við getum orðin heppinir. Já, svo náttúrulega þetta að rísa þetta aftur fyrir reysið.
Já, já, þannig að ef ekki rigning í tímatökum, þú veist, þá ekkert allir séns úti, sko. Það er svona með randomir. Rísetta tvisvar. Ekstra randoma þetta. Já. Við erum samt búin að vera svo léleg í því að ná regnkeppnum hérna síðustu 2 árin. Það liggur að þurfa að setja eina bara mandatóri í regnkeppni á kalendarið, þar sem að bara verður rigning like it or not. Akkurat. Það er að bara steina á Sveinsabraut. Svo. Hann að koma 1 mínúta max, segir hann. Já, það var Þorsteinn kominn á. Jú, það er allir komnir inn nema sá sem við bíðum eftir. Hann hérna á síðustu sekundunum. Nú að Rúnar Karlsson spáir Mr. J fyrsta, Hilmar í öðru og Davíð Arnars í þriðja. Gretar Hagalín spáir Jón Þór í fyrsta, Hilmar í Már í annað og Toppa í þriðja. Jón Oddfríðarsson fyrirgeði, hann segir Jón Þór, Toppi, Davíð. Og já, þetta bara sú spá sem komin. Hvað þín spá? Það er stórt spurt, lítið svör. Ég hérna... Mín allavega svolítið basic væn. Það Jón Þór, Himmi og svo ætla ég að skella Davíð í þriðja. Já. Maður má nú vera pínu svona hlutræður gagnvart basic svona í fyrstu kenni. Ég ætla að segja hérna Jónægir, Ari Líndal og Davíð Adams. Ég bara gjörsamlega skjóta eitthvað upp í lofti núna, sko. Ég var eitthvað að reyna að muna hverjir tímanir í frípraktis en ég man bara að Mr. J var efstur og nú sýnist mér einhver hafa verið að koma inn. Jæja, þetta að gerast? Týndi hlekkurinn mættur? Ég vil nú að segja að við beðum samt eila of lengi. Já. Tjóna eftir tímatöku en... Já, ég er sammála því, Fyrsta keppni, við látum að slæta. Enter... Ok, þá bara í good luck. Good luck og drive safe. Yes, sir. Þá talningi byrjuð. Hvað að gerast? Finally. Jón Brynjar skuldar öllum í deildinni kókópulsu fyrir biðina. Hilmar hægstur í bitt og á hörðudekjunum, þannig að hann þarf að stökka út og skipta dekk. Já, sjá hvort að það gangi ekki upp hjá honum. Jú, hann komst út á braut. Já, það er svona smá rökkur. Já, svona pinnu. Þetta verður nú fljótt að fara. Við byrjum hérna við Sunrise, basically, snemma morguns. Svo náttúrulega, sko, Viktor hefur náttúrulega verið að keyra mjög sterkt þegar hann hefur verið með, þannig að hann er líklegur til að vera góður í kvöld, myndi ég segja. Brynja Péturs hefur líka haft góða smetti, og náttúrulega Jón Þór. Það eru margir hraðir nefnilega komnir í þessa deild, þannig að þetta algjörlega. Þetta verður gott tímabil. Gaman að sjá hvernig greiðist úr þessari ökumannaflækju, hverjir
hvernig rjóminn rís á toppinn eins og þau segja og hvernig þetta endar allt. Ég er svolítið að, já, þetta bara, þetta Davíð verður náttúrulega koma á koma óvart. niður úr úrvalsdeildinni líka. Já, nefnilega sko. Svo er hann með Steina þarna sem að var í öðru í annar deildinni fyrra. Nei, fyrra, í vortímabilinu, það er maður rétt. Í vor, basically. Já, í vor, já. Akkurat. Hvort að Ari var ekki í þriðja þá. Gæti verið. Ari náttúrulega var í fyrstu deild. Hann tók sér einhverja pásu. Og síðan aftur. Eða er ég að fara kannski með einhverja villir svona. Það var ekki með í síðast tímabili. Jú, hann kláraði þann tímabili ekki. Hann, hætti á miðju tímabili, hann er mættur aftur tilbaka, tvíaldur og nú erum við komin í gang með fyrsta hotlappið. Það er Jón Þór sem er fremstur manna, sem er fyrstur til að setja tíma, þannig að við skulum bara fylgja honum hérna eftir. Hann var hraðastur í free practice á þannig að hann er líklegur, myndi ég segja. Betur. Vígalegt lukki á bílunum hjá strákanum í B-Sick Racing. Já, þetta er greimt. Ferskt litaval og gargandi kjaftur hérna framan á. Þetta er næs. Algjörlega. Hvað eru svona softdeck að endast marga hringi í góðu gripi? Með hérna keppnistillingar. Já. Sko þeir náttúrulega svolítið þetta í bílnu. Ég er reyndar ekki búinn að prófa að taka stint á softdeckjunum en ég myndi skjóta og ná kannski mögulega 2 góðum hringjum á þeim sko. Svo það er ekki meira það. Nei, þannig að þau verða nú samtilega ekki tekið mikið í keppni en með qualifying stillingar þar sem að dekkjaðislega minni. Hvað áttu marga góða hringi? Heldur að borgi sig að skipta dekk þegar tímatakka við hálfröð? Já, svona, já og nei. Svona, þú náttúrulega missir, þetta er náttúrulega löng braut, þetta er 2 mínútna braut á þessu bílum, þannig að sko, þú ert að gefa upp alveg heila hring með því að fara inn í pit. Það kemur á með fyrsta tíma á 53.9. Vilt á 54.5. 0.4 fyrir aftan og Ari Líndal, hann er 55.3. 1.4 fyrir aftan. Brynjar Péturs hoppar upp í þriðja. Davíð Adams hoppar upp í fjórða sætið. Einn upp í fjórða. Já, Sindri hoppar upp í þriðja. Vel gert. Sindri náttúrulega var í úrvalsdeildinni á sínum tíma. Og Carlos hoppaði upp í, já þetta er alltaf bara eitt rætt. Nú Ólífur stopp ykkur upp í annað og Jóna er komin upp í þriðja og sko Ólífur hann er rétt rúmur í 0,1 fyrir aftan og Jóna er 200 fyrir aftan Ólífur, þannig að það er svolítið jafnt að verða á toppnum núna, alveg niður í fjórða sæti ertu með ekki nema 30 sem að skilur að fjórða og fyrsta. Jón Þór er á fjólubláum líka, næstu í 0,2. Já. Jón Þór ágreinilega inni. Algjörlega. Fleiri á fjólubláum með það. Nú, Óli spáir Jón Þóri, Davíð og Hilmari á pall. Og einhver segir hérna Daddi er fótbolti, hvað? Já, Davíð Adams. Barry Adams. Hann rasaði eitthvað á hlaupahjólinu sinu í daginn og hérna og er eitthvað slappur í löpunni. Það hefur nú ekki verið að sjá að hann sé eitthvað slasaður í tímunum sem hann hefur verið að setja á æfingum sko. Nei. En Jón Þór náði ekki að bæta sig á þessum hring. Það gerir Ólífer. Ari Líndal bæti sig 54.7. Brynjar Péturs bæti sig 54.9. Davíð hoppar upp í fjórða sæti 54.2.
Steini Sveins bætir sig 55-1. Það er náttúrulega með Jónægi hérna, hann var í úrvalsdeildinni líka, var það ekki? Jú, það eru... Og setur fjólublóðan, 53-777. Ólífer bætir ekki. Og já, og komin í fyrsta sæti Jónægir, 1.53.7. Vá, vel gert. Já. Og svo getur stressi farið með menn líka, sko, það er það sem er svo skemmtilegt við þetta. Hjarta fer að slá og hérna, sérstaklega í fyrsta reysi. Ég held að þetta pínir mig Jónægi, sko. Það er að viðurkenna það. Hann gæti látið spanna mín að líta vel út ef hann hendur þessu upp. Hilmar komin fyrir þriðja. 1,5 tíunda hluta eftir Jón Þór. Og 2.000 á undan Óliðinu. Sæll. Já, vá. 0,002 á milli. Það er bara ekki, það er ekki neitt. 1,5 tíunda hluti hérna sikur megin Jón Þór upp í fyrsta og niður í þriðja. Og sjáum við sko alveg niður í sjötta sæti er innan við hálf sekúnda. Það er innan við hálf sekúnda niður í sjötta sæti frá fyrsta sætinu. Og rétt svo fyrir aftur það er Viktor í sjöunda, þannig að sko það er greinilegt að það eru margir að gera jafn hérna eitthvað. Fyrir aðeins út af hérna. Tappar á því hérna á fyrsta sektor. En ef hann er fljótur, nei, hann hefði átt að halda áfram, hann hoppaði inn í pit. Hann næri ekki orðin hring. Já, við sáum hann alveg, náðum þessi endursýningu. Það fer að styttast í þetta, það er ekki nema 1,5 mínúta eftir að tímatökum, þannig að ef menn komast yfir línuna þá geta það tekið hringi við bót. Akkurat. Nei, Jónægi er út af. Steini Sveins hérna fyrir framann. Hann er á áklappan Jón Þór. En ég held að hann náðist ekki. Það var rétt yfir 2 mínútur þegar hann hoppaði inn í pit, sko. Það kom undir 2 þegar hann... Mér sýnist það á öllu. Svo hún vanti svona 4 sekundur upp á, en hver veit. Mér hefur skjálfast aður. Davíð Adamsson er hringið við bót. Sjáum hérna kominn í fyrstu beygina. Hann er eins og staðan er í hann að fóra með það, fór út af. Hann bætti sig ekki á þessum hring, hann Davíð Adams. Skulum þá sjá hverjir voru að fara yfir línuna hérna aðrir. Carlos með hálfa sekundu refsingu, hann er ekki að bæta sig. Viktor er að taka einn hring í viðbót líka. Skulum hvort hann að bæta sig, hann er orðinn á svolítið eittudekkjum, hann ég veit ekki hvort að það sé að vinna með honum. Við erum verulega eitt af framan dekkinni á honum á Citroenunum. Og Steini rétt missir að því að ná öðrum hring. En bæta sig. Sá með Ari Lyngdal er á heitum hring. Það er hann að rífa sig upp á 9. sæti. Ég veit nú að hann á alveg þokkalega góðan hraða inni. Hefur sigrað keppnir. Rúlega líka. Bæta sig ekki. Og hann sést ekki að dekkinu með honum. Hann er greinilega á 9 dekkjum, hann Ari. Sindri að koma vel inn á. Já, hann var á állapp. Nú þarf búinn. Já, það eru bara, ekki Ari bara... Brynjar. Þessi tveir sem eiga möguleika á þessu að það komast. Og Davíð var búinn að klúðraði með að keyra út af, þannig að... Ari Lyngdal er á heitum hring. Já, við erum með mitt að fylgjast með honum hérna. Fyrir aftan hann er Viktor. Það er bara Ari Lyngdal og Viktor sem er eftir. Já.
Og Hilmar, hann hoppar upp fyrir Jón Þór sín á síðasta hringnum hjá sér. Já, sæll. 6.000 stig. Það lítur bara allt út fyrir það að Jónæður sé að klára þessa tímatökur á pól. Já. Ari bætir sig. Hann bætir sig og hoppar upp í 8. sætið. Hvað gerir Viktor? Ég veit ekki hvort hann er að bæta sig. Allavega með dekkin hans. Nei, 1,5 fyrir aftan. Þá er þetta meira og minna að vera að koma í ljós hjá okkur. Það er allir búin að klára sinn hring hér, þannig að nú styttist bara í keppni. Það voru mistökki á Jón Þóri þarna að hoppa inn í pit, þannig að hann var á hring. Já. Hann hefur ætlað að ná í fest dekk en ekki fatta að hann næði ekki yfir línuna. En hann hefði náði ef hann hefði ekki hoppað inn í pit. Við skulum þá kíka Þá var hann hérna. með rétt rúmlega 2. Við skulum kíka hérna snöggvast á stöðuna. Það er Jónæður sem að 1.53,7. Hilmar er í öðru 1.53,9 og Jón Þór í því þriðja 1.53,9. Síðan er Ólífur Nói, Davíð Adams, Landó Norris eða Carlos og svo er það Viktor, Ari Lyngdal, Sindri 9., Tobbi 10., Brynjar Péturs 11., Steini Sveins 12., Hilli D 13. og Jón Brynjar 14. Kom seint og síðan meir og alveg ekki búin að hitta neitt upp, þannig að hann mátt kannski ekki búast miklu frá honum. Þetta var svolítið stressi á honum, en hann er alltaf að vera með og er 14. á línunni. Og topp 3 undir 54. Já, það er bara mjög gott myndi ég að segja. Og liðsfélagarnir hann að hlið bara með 6.000 á milli sín. Það munur ekki miklu. Algjörlega. Herru, þá er bara að ræsa endurræsa lobby og ræða öllum upp og bara detta í racing. Það betur. Þarftu upplesningu á þeim sem að á rásröð? Já, það væri nú ekkert verra, maður sjá, ég ætla bara rétt að ranna hérna yfir að hvort það sé ekki örugglega rétt hérna hjá mér. Við erum náttúrulega með nýja dekkjastillingar. Og einu svona enn. Er þetta gert til að eiga meiri sens á reikningu? Nei, það stundum nefnilega er eins og það resetast ekki þegar þú gerir þetta einu sinni. Já. Nú er það bara allir enter. Það er ekki mikið. Yes. Það er að því strákarnir. Það er bara að vera fínasta veður hérna. Og það eru... Það er bara að tappa á Carlos á braut. Já. Nákvæmlega þannig tíma. Þetta var gott. Það er þetta komið. Það var klári í upplæstur. Við vorum með Jónæður í fyrsta. Já, og... Við vorum með Hilma í öðru. Hilmir annar. Og Jón Þór í þriðja. Passar. Það er Ólíver svo í fjórða. Já, vel gert í Ólíver. Davíð Adams 5. Já. Carlos 7. Já. Viktor 7. Viktor 7. Ari Lyngdal 8. Já. Þetta nú við. Nú þarf ég að... Og Sindri 9. Tobbi 10.
Sindri 9. Toppi 10. Brynja Péturs 11. Já, Steini Sveins 12. yes. Hilli D 13. og Jón Brynjar 14. Ok, þá ætla ég að lesa þarna upp, þú kannski farið yfir þetta. Við erum með Jónar í fyrsta, Hilmar í öðru, Jón Þór í þriðja, Já, Ólöfu Nói í fjórða, Davíð Eddars í fimmta og Carlos í sjötta, Viktor í sjöunda, Aron Lyngdal í áttunda og Sindra í níunda, yes. Toppi í tíunda, Brynja Péturs í 11. og Steini Sveins í 12. og svo Hilli og Jón Brynjar í 13. og 14. Yes. Það er gott. Let's Það do var it. bara ekki að setja bara hérna 22.02. Já, Gleymdu náttúrulega að setja Það er startreysið hérna á þetta. þeir eru ábygglega allir tilbúinir. Já. Hvað er til í þetta? Þetta hafðist, þetta er allt að koma hjá okkur. Heldur betur. Og komin fá hérna smá tíma til að venja stekkjunum. Svo er bara spurningin á hverju ætla menn að starta. Ætla að byrja á medium eða byrja á hörðum. Akkurat. Það sýnir Sindri er á hörðum, Ari er á hörðum, Jóna er á hörðum, Carlos er á medium, Viktor á medium, Davíð á hörðum, Ólífer hörðum, Toppi hörðum, Jón Brynjar hörðum, Jón Þór hörðum, Hilli D hörðum, Hilmar medium, Brynjar hörðum og Steini Sveins hörðum. Þannig að já, þetta er svona smá bland en fleiri á hörðum heldur en medium. Og svo er náttúrulega eitt í þessu líka að það er náttúrulega hörðdekk mandatory. Ef það rignir og þú átt hörðudekkin eftir, þá gætur þú verið í svolítið móti mál. Já, Gunnar Ágúst spáði því að komi rigning á 21. ring. Já. Ég stið þá spá. Já, Alveg heil þá sögur. er þetta bara alveg að fara að gerast gott fólk. Innan við mínúta í ræsingu. Og kannski bara komið tíma á að segja hérna let's have a clean race, good luck og allt það. Því að it's time to go racing. Sir. Þá er niðurtalning hafin. Yes, fyrsta umferð frá Otopolis, eða Otopolis, hvernig sem þú vilt segja það. Það sé nú ekki meira Otopolis, mér finnst bara svo fyllt að segja Otopolis. Ég skelli mér hérna aðeins aftar á pakkan og fylgist með. Og það er Jón Ægir sem bleikar ljósunum fremstur á línu og með innri línu í fyrstu beygju, Hilmar annar og Jón Þór fyrir aftan Jón Ægir. Hver nær startinu? Þau eru nú allir á Ölfu þannig að það er engin Ferrari að fara að skjóta fram úr núna. Viktor nær hérna upp fyrir Ara. Þetta er fallega gert að það með það. Jón Ægir var kannski full mikið að verja innri línuna þarna og það sem hann var svolítið innanlega átti hann ekki eins mikla ferð í gennum beigjuna eins og þeir sem hann tóku víðari línu og nú er hann bara að missa báða B-Sick Racing liðsælana fram úr sér og það er Jón Þór sem er komin í fyrsta sæti og Hilmar í annað og Jón Ægir er í því þriðja. Ólífer fjórði. Já. Og við að gera eitthvað. Nei, það er sem ég seint núna, þá getur sett marker. Já, ég er búinn að Nei, það var ekkert að gerast, ég var bara að spá með starti. Já, ég er sennilega ósegn með það sko. Já. Hvernig á því? Spáði ekki því, spáði bara í þessu. Hörru, og Hilmar með dífu á Jón Þór, en fyrir allt og vítt og smá út úr braut. Já, dottið niður í 5. sæti við þetta, hann tók dífuna og náði bara ekki beiginni. En með innri línu hérna á Viktor
já, en Viktor berst og heldur sínu. Smá laggjarna á honum í óbyrjunari. Já. En ekkert alvarlegt, þannig. Það svona, hann aðeins hoppandi til, en... Jón Þór á hörðum, komið með smá forskot og rúma sekundu á Jónægi. Og Jónægi með Oliver Nóa alveg í skottinu. Davíð Adams þar og eftir. Og spurning hvort Oliver ná að kíkka innan á hann. Nei, Jón ver inn í línuna. Nei, Oliver reynir að fara utan á. Og þetta er nefnilega trikk í fyrsta beygjan. Maður kemur svolítið blind í þessa beygju. Já. Hún það, maður beygir seint inn í hana og hún er blind. Þú sér þann ekki fyrir þú ert byrjaður að beygja inn í hana. Já, og einstaklega erfið til að finna akkurat turning pointið, hvenær átt að byrja að beygja, þegar eins og þú segir, þú kemur blind inn í hana. Akkurat. Og það er svolítið að treysta því að beygjan sé þarna, actually, sko. Akkurat. Þannig að færist ekkert úr stað sem betur fyrr. Viktor og Hilmar berjast ennþá. Og Hilmar áður verði hana, Viktor auðnaverðu. Þeir eru búin að vera bara meira með að samhliða hérna hring. Hilmar var nú komið fyrir framan hann áðan, en Jón Þór greiðar á þessu öllu saman, komið 2 sekundum undan. Davíð Adams þar inn að stakka inn á Oliver hérna, næra því. Já, Oliver gefur honum plás. Spurning hvort hann hafi opnað fyrir möguleik hann að Viktor tæki fram úr. Viktor er komin upp á hliðina á honum, en Oliver með innri línu í næstu beygju. Tími er þarna vonast eftir einhverju. Þarna, núna getur Heimi elt Oliver Nóa þarna í gegn. Já, þetta er annar hringur í röð sem að Viktor þarf að fara too wide í þessa beygju og hann virðist að missa Hilmar fyrir vikið fram að sér líka hanna. Já, þetta er hörku baráttu. Algjörlega, þetta er alveg mjög klín og fallegur rakstur sem er í gangi hérna. Það er engin brautartutti í gangi, það er bara respekt og gefið pláss sem er bara frábært. Akkurat það sem við viljum sjá. Tappi hérna stinga sér hérna Carlos hérna í 10. sæti, eða 9. sæti. Þetta er síðustu beygju. Já. Carlos í skottinu á honum, Hilmar og Oliver Nóa hérna koma inn í fyrstu beygju. Hilmar á undanverðinu, Oliver Nóa í auðnaverðinu. Að taka þetta saman hlið við hlið og Hilmar næra út. Flottur rakstur á honum. Þá kemur Viktor hratt hérna hliðin á Oliver Nóa. Hilmar er náttúrulega á medium, hann ætti að vera smá hraðari eins og staðan er. Gerði afdrifarík mistök. Já, og Viktor líka. Og dekkjað Eiðisland virðist vera mjög svipuð akkurat núna. En í grunninn á Alfan hljóti nú að vera aðeins betri með dekkin, en hann bremsaði seint á hann og fór smá út úr brautinni. Það hefði kannski sett hitt þetta dekkin hans aðeins meira en hann myndi vilja. Já. En hann er hérna að vinna sér listan og næstur á dagskrá Davíð Adams. Þú er búin að ná að halda bilinu hérna í 2, búin að hækka það um 1/10 hluta. Davíð hérna. Sannast að vera Jóna að gera smá mistök hérna í beigjunni og þá kemur Davíð aðeins, sækja aðeins á hann. Já. Hilmar er að sækja hratt á Davíð núna. Davíð á hörðudekkjunum og Jóna er. Þetta getur verið 3 bíla barátta eftir smá stund. Já. Og Jón Þór greiðir náttúrulega svolítið á því ef Jón Ægir festist í baráttu þannig. Já. Hann með hreina braut og enga pressu, þannig að það er alveg drauma staða fyrir hann sko. Heldur betur. Svo er náttúrulega, eftir Hilmari er náttúrulega Viktor líka á miðjudekkjunum. Já, þetta er að verða 4 bíla barátta. Sjáðu, Jón fer rosalega innilega, ætlar sko alls ekki að gefa færi á sér. En hann þarf samt að víkka línuna eitthvað, svo hann verði ekki skilinn eftir á útkeyrslunni. Gerir það. Davíð reynir innan á hann. Fór full innanlega, en náða að bjarga þessu. Sjá hérna, þetta er hörku kappastur. Davíð beigir snemma inn til þess að loka á Hilmar.
Já. Sjá hérna, 4 bílar að berjast, annað til 4. sætið. Carlos reynir hérna að toppa hérna í 9. sætið aftur. Ég fylgist með pakkanum hérna fyrir neðan. Já, þetta alltaf spennandi til að... Þetta bara á topparáttunni. Já, þetta svo góð barátta að við... Hilmar smá útaf, hann að bjarga sér aftur inn á, en missir sennilega Viktor fram úr fyrir vikið. Viktor er komið fram úr honum. Menn þarf að passa sig að yfirkeyringi, vera að halda ró sinni, reyna að láta metindekkin endast og nýta stintið sem best. Carlos var að ná að stinga sér inn á toppa 9. sæti. Þeir eru komin í skottið á Brynjari og Ara hérna. Carlos er á metindekkunum, Brynjar er á hörðu og Ari líka. Toppi er á hörðum líka. Nú er Steini Sveins búinn að planta sér í þessa baráttu líka. Og Sindri. Þannig að baráttu út allt hérna sko. Við erum að horfa á hörku baráttu hjá Jónægi, Davíð Adams og Viktor. Það pressa á Jónægi og Davíð Adams. Komaður inn á beinakaflann hérna. Spurning hvort einhver nýtt sér draft. Já, Jónægir tekur alltaf góða vörn á vinnulínuna, ætlar sko ekki að bjóða upp á dífu. Vel gert hjá honum. Davíð Adams smá út og braut, en það er að halda sér inn á, en með Viktor komin upp á hliðina á sér, þó með vinnulínuna. Það er nefnilega svolítið erfitt að taka fram úr á þessu braut. Já. Þetta er svona undercut einhver meginn, maður þarf einhver meginn að ná að plata ökumenninu fyrir fram að sig. Já, vorast þess að brenna svo seint og ná að cut inn á hann, en það er hægt, en skemmtilegt challenge, enga síður. Ég myndi segja að alveg nokkri góðir staðir, eins og til dæmis beygjan sem eru að koma í núna þegar keyra upp brekkuna og taka upp beygina, þú veist, sáum áðan, það er góður staður til að taka fram úr. En við erum að koma núna inn á kafla sem er mjög erfið til framaráksins. Beygjur hægri vinstri til sigsakandi og mikill hraði. Já. Sjá þetta hérna, 4 bíla barátta, þetta er rosalegt. Já, 4 bíla barátta annarsætið. Já, Jónsson er búinn að vera að greiða vel á þessu. Hann er komin 4 sekúndur í plús og er á hörðutakjunum, þannig að hann er bara í draumalandi hérna fremst. Algjörlega. Og þá var hann bara að setja hausinn niður og keyra. Það er svolítið þannig, Jónægir þarf svolítið að keyra með augun í afturspeglinum eins og staðan er núna. Hann er með 3 alveg snar óða fyrir aftan sig. Hilmar með fasta slapp. Já, vel gert hjá honum. Sáum Viktor hérna í skottinu og nýtir draftið komin innan á hann. En Davíð Adams bara svo seint, fer svo til vítt, en er að halda þessu. Flottur akstur hjá honum. Og Hilmar komin að utanverði, utan á Viktor. Viktor misti smá ferði að taka inn í línuna þannig. Toppi var að taka hérna fram úr Ara í fyrstu beygju. Komin í 8. sæti. Já. Steini Sveins er hérna komin upp í 10. Alltaf að gerast hérna. Baráttur út allt. Það veitur. Ég held bara að koma eftir þetta stagnum hérna verið neðan og bara heldur að fram að. Hvað varst að tala um að menn eigi marga góða hringi á medium í keppni? Veit ekki með góða sko, en svona þú veist, að þú spara dekkin hjá þér þá kannski nærðu 12, 13, jafnvel 14. En þú þarft að passa svolítið dekkin sko. Já. Á medium dekkunum. Hvenær myndir þú segja svona að missi forskotið á hörðu, að fara að jafnast út? Það er svona, það fer rosalega eftir ökumennum. Sumir fyrir að fara með þeir hraðar, aðrir hægar. Þannig að
þetta svolítið svona tvísýnt. Þetta er ekki alveg hægt að negla þetta niður, en þetta svona 10. til 14. hring sem menn eru að fara inn. Þá það svona að jafnast á við. Ok. Þannig að svona, 50% harddekk. Þannig að Hilmar og Viktor ættu ennþá að vera með forskott, dekkilega séð. Já, dekkin eru góð alveg rosalega lengi og hraðari heldur en þetta svona, breykingpottið kannski svona 56,5. Já. Góð hörð eru á svona 56,5 kannski, svona mitt 56. Já. Þetta alveg ótrúlega barátta hérna. Jón Ægir já, Davíð Adams með fjólubláðan hana. Sjáu þetta, og hvað? Nei. Þetta eru þrönga beygjur, það erfitt að skapa sér færi. Nei, hvað myndir nú við? Skulum fá endursýningu á þessu. Þetta Hilmar kemur hérna að utanverðu og fer allt og vítt, bremsar og seint og missir bílinn í grassið. Þetta byrjar ekki vel í honum heim okkar. Nei, þetta eru ómörg mistök. Það er bara hausinn niður og áfram gakk, það þýðir ekki það þýðir ekki að þessu. Menn kannski svolítið tjúnaður upp í fyrstu keppni á tímabilinu og metnaðurinn alveg í hámarki. Já, fyrsta klukkutíma keppni hjá honum í hérna vetrar eða vortímabili. Í GTSI keppnunum, rétt að sagt. Jón Ægir að standa sig vel í að verjast. Það er ekki auðvitað að taka fram á honum. Hann má eiga það. Já, hann svolítið varnarmálára þarra. Já, algjörlega. Davíð Adams reynir allt hérna. En Jón gefur hvergi færi á sér. Já, hann alveg sko á réttu mómenti geta hann bara tekið á þessuna báða sko, maður veit aldrei. Það hægja okkur öðrum út úr beygju og Viktor nærinu vel. Sýnir staðið vera bara hérna að bömpa hann Jón Ægir. Já. Þeir ná að bremsa seint á ölfunni sko, það er ekkert auðvitað að átbreyka hana. En já, Davíð Adams komið inn í línuna og hann að láta þetta stikka og ætlar Viktor að reyna að taka þetta með honum. Sérðu, nei. Gjör þetta þér. En Davíð Adams komið fram úr Jón Ægi og upp í annarsætið og Viktor ennþá í því fjórða, rétt fyrir aftan Jón Ægi. Þetta alveg hörkubarátta. Spurning hvort að Jón Ægi nær eitthvað að svara. Svo spurning hvaða stratti menn á. Það eru held ég ýmis strött í boði. Það náttúrulega hægt að taka hard. Svo menn ætla að reyna hard medium og svo spurning hvort einhver ætla að taka two-stopperinn, taka tvisa medium og einu sinni hard. Eða hard medium soft jafnvel. Two-stopper ekki ég meina þetta klukkutíma keppni sko, menn voru á einu stoppi í gær. Já. Ná menn að taka eitt stopp ef þeir eru á hard medium, það ekki Það svona, eins og ég segi, þú þarft að spara svolítið dekkin, þá þarft að fara allavega, þú veist, ég veit ekki, kannski 18 til 22 hringi myndi ég segja á hörðudekkjunum og þá 10 til 14 á medium. Þú bara það hérna Oliver og Lando Carlos. Það er bara allstaðar barátta á brautinni, rétt fyrir framan þá 4 bíla eða 3 bíla barátta. Var það allavega áðan. Viktor hérna í skottinu á Jón Ægi. Pétur sko með skemmd á allt stöðra. Já. Spurning hvað hefur gerst það. Það var engin annar með skemmd á framstöðra, þannig að það spurning hvort að Jón Brynjar hafi gefið honum koss á bossan. Það er allavega engin annar með skemmd, þannig að allavega ekki augljóst. Nei. En Jón Þórsson sjálf hér komið 7 sekúndur í forskott á Davíð Adams sem komið tæpa sekúndu á Jón Ægi. Jón Brynjar fer aðeins út af hérna í fyrstu beygju. Sindri að ná honum hérna, nær honum sennilega fyrir að vera beygju eða hvað, stingur sér inn á hann.
minnst ég að þessu. Sindri kemur hraðar út. Það verður... Hilmar komið fram úr toppa. Steini Sveins er alltaf Aron Lyngdal. Sýnist Ólaug nú að vera svona nálgast strákana hérna uppi aftur. Já. 3 og 4. Styttist nú í að Carlos var að pitta bara. Sýnist mér. Já, þau eru orðið samt eitt dekkinni á honum Carlos. Það er spurning. Hann er kominn síðasta hringinu og svar tæpar 1.58. Svolítið mikið hægari heldur en hringurinn þar á undan. Þannig að það er aðeins að versna tímanum hjá honum. Það er spurning hvort að mediumdekkin sé ekki kominn yfir það að vera orðið forskott. Viktor er hérna að koma að samleiða Jóna er á beinagaflanum. Jóna er verið inn í línuna. Viktor er að koma hraðar út. Nei. Jóna er heldur þessu. Þetta er hann sko bara það. Viktor hérna alveg í skottinu. Já, og Davíð komið fram úr Jónai. Já, það gerist á hann. Já, alveg rétt. Það ég sá það í útsendingunni, já. Já. Ég er bara eitthvað að rugla. Þú fljóttur að gleyma, drengur. Viktor reynir að kíka inn á hana hérna. Smá bumping. Rapinist racing. Innan vissra marka klálega. Þetta var saklaust bann. Sá munurinn hérna á dekkjunum sko, hann er komin heilt til land niður á mediumdekkjunum og sést ekkert rosalega mikið á harddekkjunum á sjónæðis en það er spurning hversu marga góða hringi hann Viktor á inn í viðbót. Jónæður væri nú alveg svona típa til að reyna one-stopper. Ef ég ætla að trúa einhverjum til þess, þá myndi ég setja peninga á hann sko. Það er náttúrulega hægt að taka one-stopper hard sem er náttúrulega alveg leikandi létt. Já. 16-16. Ég veit bara viðkynna, ég hef ekkert spáð í pit-strategíum sem að ég er í pásu sjálfur og... Viktor að koma hérna upp að hliðina á Jónai. Og veit bara ekkert hvað virkar og hvað ekki sko. Nei, það er að halda auðvitaðverður. Nei, Jón lokar á hann. Reyna, já, nei. Nei, ekki verið eftir. Já, en heiðarleg tilraun, algjörlega, og hann passaði sig að fara ekki í hann. Hann var ekkert með olbúana úti, þetta var bara ferinn skver tilraun og hann dugði ekki alveg. Hann er að reyna... Sindri kemur út á soft. Á soft? Já. Já, sæll. Í hvaða pitt? Carlos kemur út á hörðum. Ætlar hann sig að gera það viljandi eða? Það er spurning. Ég veit að nú manna best að það er auðvelt að íta og vill svona taka. Já, akkurat. Ég ætla að meðalvega að þau eigi ekki nema 2-3 góða hringi, sko. Já, en eins og ég segi, ég er svo sem ekkert búinn að prófa þau þannig. Nei. Ég veit að þau droppa mjög hratt. Það verður alveg fornlítið að sjá hvernig þetta spilast út hjá honum Sindra. Smá lakkjarna á þeim hérna aftast. Ég vona að þetta sé nú bara hjá mér. Sindra á Carlosi. Já, við erum að fara eitthvað niður listan hérna. Já, ég sé smálag, ekki mikið á Sindra.
Nei, þetta er ekki svona hoppandi út alla braut, en þetta er svona pínu svona. Já, maður heyrir það eiginlega meira en að sér það. Það er skransa. Akkurat. Já, en Sindri á soft, þetta er mjög áhugavert. Já. Þetta getur verið medium soft hard sem hann ætlar að taka þá. Já. Það er auðvitað option líka. Hann er allavega 12 núna, 21 fyrir aftan Jón Brynjar sem á væntanlega eftir að fara í pit. Það er gaman að sjá hvernig spilast úr þessu stratti hjá honum Sindra. Beinir Börtis greinlega búinn að fara í pit og láta laga bílinn. Sem er hérna Hilmar og Tobba, það er dekkin hjá þeim eru bara næstu eins. Afturdekkin hjá Hilmar er aðeins meira eitt heldur en hjá Tobba. En þeir eru að hörðum á medium. Já, það segir nú svolítið mikið það hvernig Alfan er að fara með dekkin. Já. Við hliðina á Citroenunum. Hilli alveg að vera komin í striga hérna í 8. sætinu. Já. Á hörðudekjunum. Já, hann er að keyra Ferrari og er að vera búinn með hörðudekkin. Það er ekki góð dekkjæðisla. Nei, þetta er þá sennilegast túlstoppur hjá honum. Já, og hann er að eyða hörðudekkjunum hraðar heldur en aðrir er að eyða mediumdekkjunum. Það er eiginlega bara svaðalegt. Steini Sveinsson að pressa á hann. Hann hlýtur að fara inn í pit. Já, annarkvort er bílinn svona agalegur á dekk eða Hilli D er hérna dekk eða böðullinn. Sýnist Viktor taka, Allir Hilli D standi fyrir dekkjaböðull. Nei, við erum að sá það í gær að Ferrarín finnst gúmmíu gott. Já, greinilega. Og Jón Þór er á vel slitnum mediumdekkjum. Já. Samt að setja fjólubláan fyrsta sektor. Það er svo sem ein beygja, kannski segir ekki allt. Citroen er hraðar á beinakamlunum. Hann hefur það svolítið fram yfir Ölfuna. Og ennþá berjast Jón Ægir og Viktor 3. sætið. Davíð er búinn að auka bílið í rúma 1,5 sekundu. 1,7 í en Jón Ægir sem er orðin 10 sekundum fyrir aftan Jón Þór, þannig að Jón Þór er í mjög góðum málum. Aðeins að brekka bilið hérna niður í Ólífunóa og á sama tíma er Himmi aðeins að minnka bilið í Ólífunóa. Það var í 3 sekundum bara rétt áðan og það kom niður í 2. Kannski 1-2 hringir síðan. Það hlýtur að fara að styttast í að Viktor fari inn, hann á alveg nóg ennþá svolítið eftir af hérna mediumdekkjunum hann Hilmar, en ef við svo sjáum þá er staðan hjá honum Viktor ekki alveg eins. Hann er alveg að vera búinn með vinstra framdekkið. Það er spurning hvað hann þrauka mikið lengur. Þessi síðasti kafli er sennilega. Já, þessi síðasti kafli held ég sem er alveg verstur upp á að vera á lélegum dekkjum. Já. Það treystar svo mikið á framdekkinu í síðasta kaflanum. En sko hann er að halda alveg rosalega góðu peysi. Hann er bara, hann er að rétt rúmlega 1.57 síðustu 3 hringir. Þannig að, já. Bara mjög sambarlegt og Jón Ægir er að keyra á, enda er hann fastur í skottinu á honum. Jón Ægir bara, hann kann svo vel að staðsetja bílinn. Þannig að það er erfitt fyrir menn að skapa sér færi. Hann er alltaf einhvers staðar hann akkurat það sem þeir myndu vilja fá smá pláss. Hann er hókinn á reynslu í þessu. Algjörlega. Annars er svolítið svona komið bíl á milli manna hérna neðst. Það er svona 2 hérna á milli manna, 3. Það eru 15 sekundur hérna frá Jón Brynjari niður í Sindra og 9 sekundur upp í Ara.
er svolítið með auðabraut. Carlos og Brynjar og Hilli hérna búin að pitta alltaf. Sindri að vera búið með sortdekkin. Setti fjólubláðan 54.7. Já, það er ekki mikið eftir að sortdekkinu með honum. Nei. Þau, já sko, sérstaklega vinstra framdekkið sko, þetta er að hverfa bara á no time sko. Nú sjáum við líka að Viktor er farin að falla vel aftur hérna frá Jónæði. Já, ég hugsa að dekkin sé alveg að detta á þann stað að það er ekkert mikið meira í boði á þeim bæ. Þetta er bara góð að draga hana bíl 14 hringi á þessum dekkjum. Algjörlega, og hér kemur hann í pit. En hann náði samt að halda pressu meira og meira allan tíman á Jónæðir og þótt að dekkin væru mjög vel farin. Og Hilmar kemur í pit á sama tíma, hann átti þess að tölur meira eftir af dekkjunum heldur en Viktor. Og við sjáum hérna að Tobbi er komið skemmt á vinstara framdekk og framstuðara. Spurning hvað kom... Já. Þá sjáum við hérna topp 4, þau eru allir eftir að koma inn, allir á harðum dekkjum, Ólífer í 4. sæti, 2,4 með eftir Jónægi sem er 2,6 tæpum á eftir Davíð Adams sem er 9,5 sekundu á eftir Jón Þóri, þannig að þetta er topp 4 hjá okkur og allir er eftir að koma inn. Mér sýnist að ökumenn fyrir neðan á eru svona, fyrir utan Toppið hlýtur að fara inn á þessum hring, hann er komin á einn dekk og með skemmt, þannig að... Já, tapar ansi mikið á þessari skemmt. Já. Sjá líka síðasta hringin hjá honum, 2.01. Já, það er kannski verið hringur sem að, við sjá, hann er sekundu hægari hérna á öðru sektor. Spurning hvað stratt hann er með, hvort hann þurfi að þrauka einhverja hringi til að láta stratt ganga upp eða hvað. Maður veit ekki hvað hann er að hugsa, en hann er ekkert langt frá því að vera hálfnaður ef hann ætlar að taka eitt stopp og fælda sér aftur á hörð. Akkurat. Ég sá það líka í pitunum að Hilmar átti töluvert minna bensín eftir heldur hann eins og Viktor. Þetta er Viktor hérna 7 sekundum á undan honum, hann var náttúrulega svolítið á undan honum fyrir. Brynjar Péturs hérna með ræsingu. Og nú er bara engin baráttu braut, jú, hérna er Carlos og Hilmar, það er svona mest close. Báðir á hörðum dekkjum. Já, báðir á, já, Hilmar er náttúrulega á glænýjum hörðum. Aðeins meira eitt hjá Carlos, en það ætti nú kannski ekki skipta miklu máli. Hann er kannski meira segja örlítið betri á meðan að Hilmar er að fá hitt í dekkin. Það er spurning. Þetta er bara alltaf 10. sætið og Jón Brynjar með sekt fyrir aftan á, hálf sekúnda sem hann hefur fengið í sekt. Síðan hérna tímanum á Toppa og Steina, 15.7. Hann fallur ansi hratt tíminn. Hann er dætt undir 3 sekúndur. Já, þetta gæti orðið 3 bíla barátta hérna. Mér sýnist Brynjar vera aðeins að nálgast á. En hann á afnáttur eftir að taka út sekt, þannig að það kannski dugar skammt. Þótt hann sé að nálgast á núna, nú kemur hann af sæðinu þar sem hann þarf að taka út sektina. Komin alveg í skottið á Carlosi. Þetta er ekki versta sektasvæði sem maður hefur séð. Nei. Ég myndi halda að það væri svona yfir meðalagi gott svæði. Og á GR4 bílum, þannig að þú ert ekki komin á mikið hraða, en vissulega á leiðinni niður brekku.
Já, ég sagði það, hann tapaði ekki svo miklu, hann er alveg hann að beint fyrir aftan hann ennþá sko. Hann á metjudækjunum líka. Sirka tapað þessari hálfu sekundu sem hann fekk í refsingu. Já. Það er maður alveg að fá allavega tvöfaldarsektina sko. Þetta er bara mjög verið sloppið. Hann er líka á metjudækjunum. Já, betur, hvenær fer hann inn? Hann fer inn hérna á 8. og 9. hringsins niður á tímunum hérna hjá honum. Hann Brynjar Péturs. Hann er þá sennilega að taka two-stop. Já, hann alltaf fekk skemmd þannig að hann hefur vantilega... Já, alveg rétt. Svarið inn og laga skemmdina. Mástu það? Ég held það. Vonum það að hans vegna. Já. Leikurinn refsar mönnum að gleyma hörðu tóttunum. Þannig að það sleppur enginn. En þetta er hörkubarátta, hann er greinilega að keyra öllu hraðar á mediumdekkjunum heldur en Carlos og Hilmar. Þannig að það er hérna svolítið bil á milli manna hérna í toppbaráttunni. það er hraðfuglar Spandex Racing á móti Lavasjó. Hraðfuglar Spandex, þetta er rosalega nafn. Sér það hérna á hörðudækjunum og stakunum fremst sko, tímannir eru farnir að falla. Já. Jón þarf nú að gera best hérna á hörðudækjunum á slitnu hörðum, 56.5 á síðasta hring. Davíð 58.3 og Jóna er 57.2. Það eru hérna 5 efstu sem eiga eftir að bitta. Steini kemur inn. Það hann þá að reyna 15 hringi á mediumdekkjunum. Það er spurning. Það myndi ég segja að væri svolítið að leggja sér á eldinum. Steini hefur nú reynd alls konar strött og hann er alveg svona líklegur til að þekka erfitt one-stopper stratt. Hann hefur nú alveg reynd það áður og verið á útslitnum tútum að reyna að klára. Já. Þannig að hann er líklegur. Það gerir það bara skemmtilega fyrir okkur sem var að horfa. Algjörlega. Nú er bilið komin yfir 0,8 hérna á milli Davíðs og Jónæðis. Fá endur sýningu á þessu. Þetta var flottur framarástur hjá honum Brynjari hérna. Svo ég meina skellir sér innan á en er ekki að klára þetta, en er að uthæfaði núna og tekur lengri leiðina og lætur að duga og komið fram úr. Sjáðu hérna, það er smá bömb frá Carlosi sem er endi að svara en tókst ekki, þannig að þetta er hérna að sjá honum, vel gert. Jón Þór kemur inn úr fyrsta sætinu. Davíð og Jóna elti þá. Já. Þeir elta báðir. Þeir fara báðir inn. Ólífur heldur áfram. Já, hann var nú ekki mikið eftir á dekkjunum. Hann er eiginlega með minna á dekkjunum heldur en Davíð og Jóna voru með. Jóna er á mesta bensínu síns mér. Spurningum þetta sem nót þess að hoppa upp fyrir Davíð. 18 á móti 24 lítrum. Það er spurning. Jón Þór kemur út í þriðja sæti á mediumdekkjunum. Jóna er þeir koma út saman hérna. Þeir eru bara inn í hver öðrum. Jóna sendir sér á inn í línuna. Sjáu við, þannig að græður hann á því að þurfa að taka minna bensín og vinnur upp þennan tíma. Og nú hefst baráttan á ný. Jóna er með innurlínuna í næstu beygju. Já, við ætlum að reyna að svitsa rúið hérna inn í næstu. Þetta eru svitsar og beigur. Já, virkilega. Þannig að nú þarf hann að leika aftur, að reyna að komast fram hjá
Jónægi og fram úr. Það getur reynst erfiðara heldur en að segja. Sjáum þennan Viktor sem að var áðan fyrir aftan þá kominn fram úr þeim. Já. Og því að hann, já, fór fyrir inn og græddi á því að vera kominn á ný dekk, þannig að, en það bara spurning hversu mikið þau hraðar að hann getur endast. verið á, já, hversu hraðar hann getur verið á þeim, þegar þeir hérna fyrir aftan hann náttúrulega á mediumdekkjum. Já, þeir eru á Og hraðari fór líka dekkjum. fyrir framan hann. Já, þá kemur Ólafur nú inn. Já, Það er Lyngdal líka eftir að bita, ætla hann komið þá ekki inn núna líka. jú, Ari kemur inn líka. Þannig að þá erum við að fara að fá skýra röð á þessu. Þannig kemur Jón Þór fram úr. Og staðan svo að sko, nú Viktor tæpum 2 sekúndum fyrir aftan Jón Þór. Jón Þór á mediumdekkjum á meðan Viktor á hörðum. Þannig að sko, þetta undercut hefur virkað vel hjá Viktori, en það er ekki nóg að vera nálægt til núna. Hann er bara ekki á sömu dekkjunum, þannig að þetta pínu erfið barátta, en undercut enga sig virkaði ágætlega að fara fyrir í pittin, en það var eftir að sýna sig hvernig það skila sér þegar það líður á. Og við vitum að Citroenum fyrir verð með dekkin, þannig að þau eru Já. hraðar að falla hjá honum. Já, það er spurning hvort hann þurfi að fara aftur í pitt, eða hvort hann nái að klára á þessum dekkjum. Jónægir hefur 6,7 sekúndur til að vinna upp og hefur alveg 13 hringi til þess, þannig að Ólafur nú kemur út rétt á undan Hilmari líka. En Ólafur er á mediumdekkjunum en Hilmar á hörðum. Þannig að Ólafur ætti nú að slíta hann frá sér. Þar er nefnilega ekkert langt heldur upp í Davíð og hérna Jónægi. Og svo upp í Viktor. Þannig að mér sýnist við geta bara stefnt í 5-6 bíla baráttu toppinn. Já, svo er Brynjar ekkert þar langt á eftir. En svolítið bil síðan niður í steina eins og þar. En hann er á mediumdekkjunum líka, þannig að þetta er... já, Ég get bara ekkert giskað á það hvernig þetta á að fara. Jónægir þarf að taka alveg halva sekúndu á hring og rúma halva sekúndu á hring á Viktor ef hann ætlar að ná honum. Eins og staðan er bílið að haldast. Já. Aðeins búið að aukast í Jón Þór. Og við 2,5. Sko, ég hafði samt að bæta sig 0,7 en að keyra mjög hraðar en áðan, en Viktor virðist að keyra mjög hratt á þessum harddekkjum, því að bilið er nánast búin að halda það sama heila hring á milli hans og Jónægis sem á medium, þannig að Toppi kom með aðra skemmt. já, Eða lagaði hann kannski ekki skemmtina. það er spurning, var þetta vinstra framhjól og framstuðari? Já, Þá hefur hann nefnilega, sko. þá hefur hann klikkað á því að laga skemmtuna. Ítt og fljótt á takkanum. Já. Stendur sér vel hann Jónari að halda Davíð fyrir aftan sig. Davíð er ekki að ná að pressa nógu mikið, það bara er svona þetta kringum 0,7 á milli þeirra. Já. Og bilið er haldast upp í Viktor. Já. En Jón Þór er hins vegar að bæta bilið niður í Viktor hins vegar. Það kom upp í 3,5 temmar. Já. Ég verð að segja, þetta er mjög vel spilað hjá Viktori, sko, af því hann er búinn að auka raun og veru bilið, sko. Það getur verið náttúrulega þessi að trufla Jónægi pínu að vera með Davíð í baksýnisspeglinum, en af því hann er komið með góða pressu núna, en hann var ekki með reynilega rosalega pressu á síðasta hring, en enga síður bilið ekki að minnka.
var að setja 55.8 hérna á síðasta hring á hörðudekjunum. En ég held að hann sé að taka svolítið meira út úr dekkjunum núna heldur en hann gerði það á metinstindinu. Það er eins og þú segir, það er alveg bara spurning hvort það náði hreinlega að klára. En það kemur alltaf ljós. Svo fara hörðudekkin að droppa í hraða. Davíð Adams alveg límdur í skottuna Jóna í hérna. Gerir sér sýnilegan. Pressan er on og nei, það ætlaði að kikka inn á hana en það var ekki pláss. Reynir að fara aðeins víðar inn í þessa beygju til að ná svitsarúi eða hraðari útkeyrslu út en ekki dugara. Jóna heldur hann fyrir aftan sig. Nú koma þær upp á góðan bremsukafla og það er spurning hvort það sett að dýfa sér þar. Það er varasamt, það er auðvelt að fara út af og beint út í sandinn. Og Ólífer er að nálgast ef eitthvað er Davíð, þannig að það er bara búið að vera svolítið pressa á Jóna í þessa keppnina. Fekk smá hérna tíma til að anda hérna áður en að fór í pit en eftir að koma pit þá er þetta bara að vera non-stop barða. Arnar Sigþór segir hérna að 20. hringur Carlos Kras að þið viljið skoða eftir reis. Og ég sé það hérna, hann er á ferskum hörðundekkjum, þannig að mér sýnist hann að hafa pitað. Já. Þess að laga skemmt, einmitt á 20. hring. Við erum komin hérna borð hjá Davíð Adams, fylgjast aðeins með hvernig er að vera með pressuna á ökumannin fyrir fram að sig. Hann er dett í smá draft núna, Jóna ver inn í línuna, þannig að hann reynir að vippa sér inn á utanverðu. Og switcharú eða hvað, vel gert, þetta var virkilega vel gert hjá honum. En næra þessu, Jón er inn í línuna, fæði smá loðbump. Og Jón nægir að loka, þetta er rosalega barátta hérna í gangi. Ég elskar hljóðið þegar þeir hérna, sleppa gjöfinni. Turbo quiz. Það er svona eina góða þennan bíl. Og reynir svo switcharúi núna innan á og Nei, góður önni hérna en Jón er með innri línuna. Passa sig að fara ekki með dekkjur út af. Sæl, þetta er rosalegt. Og Viktor græðir á þessu. Allan daginn. Davíð langar fram úr. Komin í pakkan líka. Viktor græðir á þessu og Ólafur græðir á þessu. Það var rosalegt að sjá og við eigum inn í endursýningu að tilraunin hana á hann. En þá skemmtir hann sér í draftið og endurtekur það. Jón ver, Davíð reynir að fara við það verðu. Nú snýst allt að reyna að ná betri útkeyrslu. Sem að gerir en Jón fyrir og með innlínuna og hann fyrir að utanverði og hvað þetta var rosalegt tók hann á utanverði og átti þar leiðandi innlínuna næstu beygju og kominn fram úr vel gert Davíð þetta var replay markir á þetta algjörlega ég er samt og sjá, við þurfum að fá replay hérna af fyrstu töluninni sem ég náði áðan, hún var líka rosaleg og við þurfum að fá hann að fá öðru sjónarpunkti skoðum þetta snöggvast hérna koma þeir
beinakaflan. Nú Davíð Adams vippa sér á utaverðu. Nær betri útkeyslu hérna og fer á utaverðu. Það þýðir náttúrulega bara Jóni með einu línuna og í þetta skiptið náði hann ekki að halda. Jón náði að loka á hann en eins og við sáum þá tókst þetta í næstu tilraun og hann komst fram úr, hélt utaverðu línunni sem hann leiddi svo í það að eiga innri réttin í næstu beygju og it was done. Virkilega flottur aksturinn hjá Davíð. Nú Oliver komin í skottið á Jónægi. Já, hann ekki fyrirbúinn að losna einn kalda bílinn. Já, kemur næsti. Þá kemur bara næsti, sko. Já, basically. Hvaðan ætlar Oliver að reyna eitthvað hérna? Það er spurning, bremsar seinna utaverðu og... Nei, Jón lokar. Já, það er ekki þetta kvart undan því að fá ekki góðan kapastur. Það er no action í gangi. Nú fer Tobbi inn aftur. Það komið nóg að skemmtinni. Hann er búinn að vera að setja hérna 56 áar. Með þessa skemmt. Hann á 7 hringi eftir. Ætla hann skellir sér á softekinn eða fara hann tekur hann með því. Það er spurning. Hann lagar skemmtina. Hann fer á medium. En þetta tók ekki eftir í hvaða statti hann var á. Hvort hann var að reyna one-stopperinn eins og Viktor eða hvort hann var hreinlega bara á two-stopper. Nei, það er spurning. Það var alltaf að panta hljóði í sem Ferrari. Aðeins að fletta yfir ökumenn hérna, sá hvað er að gerast þegar á brautinni. Núna eru þeir farnir að saxa af Viktori. Bílinn er komin í 5,5. Dekkin á Viktori eru farnir að segja svolítið til sín. Já. Þeir eru farnir að setja hérna 56,5. Þetta er alveg spurning hvort að sko Davíð var 55,3 á síðasta hring og Viktor 56,5. Já. Þau eru definitely komin á þann stað að performanceið fer að hrynja og ef hann að fara að klára þessu dekkjum þá verða síðustu hringirnir svo þegar við myndi halda. Já, og bara verða hægar og hægar einmitt sko. Akkurat sko. Mér sýnist sko mediumdekkinni á strákunum verða svona þokkaleg svona kannski fara svona að missa 10 hluta svona inn á milli hringja. Já. Þau eru að tölur meira eftir að mediumdekkinum heldur en Viktor á sínum hörðum. Ég er komið undir 5. Já. Þetta stefnir allt í hörku hringi hérna loka spretturinn. Já, og þá fær hann alltaf bara 3 hérna á medium í skottið. Já. Hann Viktor. Þau eru allir bara mjög svipa bíl á milli þeirra í kringum 0,7, 0,8. Það milli Jónæs og Davíðs og svo í Oliver. Þannig að hann þarf að passa sig ef þeir ná honum allir sko og einn nærinn við beygju sko þá er ekki ólíklegt að hinir fylgi bara með sko. Takk þetta í pakkadýr. Akkurat. Þetta eru basically sko 7 hringir sem er eftir, tæpir. Já. Þegar þetta eftir 6 hringi. Akkurat. 4,5. Og Jón Þór verður bara fyrirgefa okkur það, verður ekki meira með hann í útsendingu, það er bara ekkert að gerast hann fremst, þannig að hann er að leiða, en allt aksjón er hérna búin að vera frá... Einskismannslandi. Þetta er sko annað til 4. sæti, er bara búin að vera meira með þetta keppna, kom svona smá logn í lok fyrsta stindsins, en annars er bara búin að vera hörku kappasturinn að
frá öðru og niður í 4. og 5. sæti. Já. Þannig að þetta Steini byrjar Sveins bara vel. líka hérna að ná Hilmari 7. sæti. Hilmar Já. á hörðudekkjunum. Já, Hörðudekkinni og Hilmar eru bara sama stað á hörðudekkinni og Steina. Nei, mediumsdekkinni og Steina. já, nefnilega. Nú þarf Himmi að fara að skella sig í varnarrekstur og það er 10 sekundur upp í næsta. Já, hann á ekki sens á 5. sætinu nema eitthvað óvænt komið fyrir á toppnum en já, hann verður, þarf bara að hafa sig alla við til að hafa Steina fyrir aftan sig sko, þessu staðinu núna. Svo er ekkert langt í Ara þar fyrir neðan, það eru rúma 3 sekundur. Ari er líka á mediumdekkjum, þannig að ef þeir byrja að berjast Hilmar og Steini að það er nú fljótt að falla. Við getum verið að fá baráttu hérna um 7. sæti, 7., 7. og 8. og svo annan niður í 5. Akkurat. Nú svona pínustutt hérna milli Hilla og Jón Brynjars en þeir eru á sömu dekkjum. Jón Brynjar fyrir aftan á verri mediumdekkjum. Svo er svolítið bil á milli manna hérna. Ég sýnir Steini bara að vera komin í stöðu til að stræka. Þetta er komið í 0,3 bilið. Nú er pressa á Hilmari. Heldur betur. Bilið komið undir 3 sekundur í Viktor. Ég læti vita þegar það fyrir að minnka niður í. Algjörlega. Spáum hérna hver útkeysla verður hjá Steina. Nær hann að detta í draftið og gera allega á honum í fyrstu beginni. Hann er svolítið fyrir aftan hann. Þetta er ekki nóg. Það er einhvern veginn þannig sko að kaflinn sem græðir mest á því að vera á betri dekkjunum er erfiðasti kaflinn að taka fram úr. Já. En hann endar líka á hérna víðri beygju inn á beinakaflann, þannig að það er hægt að nýta hana. Koma hraðar út. Já, þetta er ekki víðari beygju þarna, hann er meir í keislu, komin upp að hliðina á honum en Hilmar með inn í línuna. Hilmar inn í línuna hérna. Steini Sveitsarúar hann að vel. En nær ekki alveg. Og Ari Lyngdal er að nálgast. Já, hann er að taka á hann á þessum kafla en það er bara ekkert pláss. Óli hvetur hann Derry Adams. Þannig í skallinu. Derry Adams. Arnar Freyr spyr, er það bara ég eða er orðið þungt yfir? Mér finnst það ekkert verið svar. Það er svona, jú, pínu þegar maður horfir kannski upp í fjalli en það verður eftir í hvað áttu lítur. Það lítur vel út í eina áttina og svona minna spennandi í aðra en mér sýnist nú öllu að við þurfum ekki að hafa miklar áhyggjur af þessu. Sá ég hérna Steini að utanverðu. Fór hann aðeins svo vítt eða hvað? Nei, það er hann að halda þessu. Hilmar hefur inn í línuna. Nú eru hörðudekkinni á Viktori orðin ansi slæm. Bilið komið undir sekúnduna. Þurfum að fara að skipta yfir á Viktor núna. Bilið upp í Jón Þór komið í 10 sekúndur. Ólafur aðeins búinn að falla frá þeim og kom inn í 2 sekúndur. En þetta er alveg, já, Viktor þarf að pitta, hann er ekki að klára þessu bensíni. Er það málið? Já. Já. Og hann spari bara ofsalega mikið. Það eru 4 hringir eftir. Já,
Þetta verður erfiður róður hérna í lokin hjá honum. Almost. En sko með því hvað hann kerði hratt á hörðudekkinum hann áðan og þá hefði hann kannski bara átt að taka hard á þetta sko. Maður veit ekki. En hann setti svaraðan tíma á hard, hann setti 55.2 segir hann Ólafur henni í chatinu og það er svakalegu tími á harddekkinum. Hann fer í pitana, þannig að hann dettur hann út úr toppbaráttunni. Það er kannski að halda 5. sætinu hans spurning. Sjá að hérna Ólafur nú er að fara svolítið verð með dekkin heldur en Jón Ægir og Davíð. Já. Þeir fóru allir inn á sama tíma ef mann rétt. Og Jón Ægir er ekkert að láta Davíð alltaf sleppa á og byrjar að blikka á hann ljósunum. Hann er nú þekktur fyrir það að blikka menn. Já. Geðveikt að reyna að trufla einbeitinguna hjá honum. Hamast á ljósunum. Já. Ass, Jón Ægir. Það er Sýsteinskis allt reynd. Bilið niðri frá Davíð upp í Jón Þór er 11,5. Afgerandi sigur hjá honum hérna. Þetta blikka ljósunum drengur. Já, og Hilmar dotti niður í 7. Búinn að missa Ara Lyngdal og Steinar Sveins fram úr sér. Já. Mér sýnist að þetta verði bara að fara með síðasta ringjana hjá strákunum. Það er 0,7 á milli þeirra, tæpar. Hilli er búinn að detta aftur fyrir Jón Brynjar á mjög slitnum mediumdekking. Ég er ekki viss um að hann klára á þessum dekkjum einu sinni. Sindri kom hann aftur í bit, kom hann aftur á softdekk. Já, Viktor kemur út 8. eftir pitstoppið. Það þurfa að taka þetta auka pitstopp. Það er missegnað að segja aðeins. Já, algjörlega, því að hann er alveg með það til að vera hann í top 3. Já. Það voru 2 hringir eftir. Jón Þór er í góðum málum í 1. sæti með 11 sekúndar á Davíð Adams sem er hér í hörkubaráttu við Jón Ægi. Þeir eru búin að vera endagrátt silfur alla keppnina. Nú getur Jón Þór farið að keyra á svona 80% og klárað. Jón Ægi er eitthvað að gera í þessu. Ari Lyngdal var að snúa hérna. Settur replay markir. Ari er í 8. sæti. Já, skulum sjá hvað þau náðu þessu. Þannig kemur Ari. Og fer út af. Snýst í grasinu. Já, þetta er bara klassískt. Viktor búinn á Hilmari hérna í 7. sæti. Hilmar lokar. Viktor skellti sér á softdekkin og er á fjólblóðum. Já. Alveg 0,7. Og það er spurning hvort það náði því með Hilmar fyrir fram að sig. Þetta Hilmar er náttúrulega ásatt í slíkum hörðum. Hann ætti að hafa miklu betra grip núna. En það er eitt að hafa gripið. Nei, alls ekki. Hann er náttúrulega að bjarga einu stíi fyrir Jón Þór ef hann heldur þessu. Ef hann heldur honum fyrir aftan sig. Algjörlega. Jæja, þá erum við þetta á síðasta hringinn. Viktor ætlar að koma hraðar út hérna en hann er bara allt of hraðar. Hann nær honum í miðri beginni. Hann lokar inni. Það er Viktor að halda þessu á utanverðu.
Nei, Hilmar bremsar seint. Heldur inn línunni, samhliða fara hann í gegn. Spurning. Þarna nær hann þessu. Ég þurfti að skipta hérna. Flottur varnarvastur hjá Hilma. Og Javíð Adams alveg að verðstjóra. Jóna er kominn og nær hann honum. Er það utanverðu? Nei, Davíð lokar á hann. Þetta er rosalegt. Hann blikkar og blikkar. Bara mikið að gerast hérna á síðustu hring. Sýnist Davíð ætla að halda þessu. Ættu kannski að leyfa Jón Þóri að eiga hérna lokasprettinn og komast yfir markið. Já, algjörlega, en hann er vel að þessum sigri kominn. Keyra sína keppni og aldrei neitt í vafa. Vel gert hjá honum. Fyrsti sigur á tímabilinu kominn í höfn. Og á gufinni í mark. Já, segðu. Nei, það er Davíð. Nei, fyrir ekki. Það er Jón Þór á nóg eftir. Davíð hérna og Jóna er í 3. sæti. Ólífur Nói er í 4. sæti og það er engin að ógna honum. Kjærmar hérna yfir línuna. Vel gert. Steini Sveins 5. sæti og Viktor í því 7. Hilmar klárar 7. og í 8. sæti er hann Ari Lyngdal. Sáum hann koma hérna yfir línuna. Síðan er það Brynjar Péturs komin í 9. sæti. Og Jón Brynjar í því 10. Toppi réttir aftan hann en sannlega ekki nóg til að ógna honum. Það eru 2 sekúndur á milli þeirra. Þannig að Jón Brynjar klárar 10. og Toppi fer hér yfir línuna 11. Ekki keppni sem Carlos var að vonast eftir. 12. sæti. Ekki Toppi heldur. Og 2 skemmtir eða gleymt að hérna laga skemmtina að hana. Og Hilli klárar 13. og Sindri er komin yfir línuna, þannig að þar höfum við það. Yes. En eitt sem að menn er að benda á hérna í spjallinu, það er Driver of the Day. Já. Eru menn búin að kjósa eitthvað? Nú er enginn búin að kjósa, en Arnar segir hérna, má ekki Jón Þór loksins fá Driver of the Day? Ég myndi alveg segja að það væri alveg viðeigandi að... Já, eftir þennan rekstur hjá honum. Þetta var alveg klekklaust. Já, en þetta var geggjukeppni og Jón Þór átti svo sannarlega skilið að klára hérna á toppnum. Honum var aldrei ógnað og hann keyrði bara stöðugt. Kann að sjá það að berjast annað til 4., 5. sætið á meðan hann bara keyrði sína og vel að þessu kominn. Heldur betur. Þetta er Jón Þór í 1., Davíð í 2. og Jóna er í 3. Algjörlega, þetta er bara glæsilegt. Það er B-Sick Racing og Kaldi Racing Team og síðan Arctic Retro Rewind Racing. Þetta eru liðin sem eru á palli í fyrstu keppni og tímabilið bara komið að stað. Við minnum alltaf á að það er úrvalsdeildin á morgun á sama tíma. Já, mér sýnist Jón Þór að vera að fá Driver of the Day hérna. Þannig að hann komið mest mót. Já, ég held að við sláum því bara á fast að Jón Þór er Driver of the Day. En já, algjörlega, hann fær atkvæðin. Viljum við eitthvað skoða replayið eða? Ég held að miðað við tímasetningu og senkun að við látum þetta bara nægja í kvöld og hérna menn geta vissulega spólað tilbaka á YouTube og skoðað nánar það sem maður vildu. Tjekka á, en ég held að við hefum náð að kofera flest áhugavert í mynd sem er gott og hérna, þetta var þrögg skemmtileg keppni og mjög svo algjörlega og ég bara þakka þér fyrir samveruna í kvöld síðan í framhaldi verður hann Binni með mér hérna að lýsa fyrstu deildinni og þá fær þú tíma til að æfa þig fyrir úrvalsdeildina.
Það þarf sko æfinguna fyrir hana. Algjörlega, en við bara þökkum fyrir okkur í kvöld og minnum endilega að hérna, það er á sama tíma á morgun, úrvalsdeildin, fyrsta umferð, ekki láta það fram hjá okkur fara, en við þökkum fyrir okkur í kvöld. Takk og bye bye. Takk fyrir.